skipta hlutverk og gerast talsmaður Vinstri grænna hér á fundinum og lýsa skoðun flokksins og á verðtryggingunni. En það var á síðasta landsfundi Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs sem að það var samþykkt að hvetja stjórnvöld bæði til að leiðrétta höfuðstól lána og að leggja fram tímasetta áætlun afnám verðtryggingar. Með öðrum orðum það eindreginn vilji Vinstri grænna að verðtryggingin verði afnumin og að þetta tækifæri sem nú að myndast við verðhjöðnun sem að kemur núna þegar við búum við verðhjöðnun að það verði notað til þess að afnema verðtrygginguna. Ástæðan fyrir þessari afstöðu margra innan Vinstri grænna sú að verðtryggingin meðal annars talin leiða til meiri skuldsetningar heimila en ella, þar sem að greiðslubyrðin lægri til að byrja með og fólk áttar sig því ekki á að verðtrygging hækkar höfuðstól lána mikið á lánstímanum. Auk þess eru margir ósáttir við það að heimilin séu látin taka á sig alla áhættuna hvað varðar verðbólguþróunina og misvægi í þróun launa og verðlags. Að lokum eru margir innan okkar raða sem eru þeirra skoðunar að verðtryggingin leiði til víxlverkunar. Það hækki einstaka liði neysluverðsvísitölunar sem síðan þýðir hækkun verðtryggingarinnar og koll og kolli. Það tvennt sem stendur upp úr eftir lestur skýrslunar. Það í fyrsta lagi að skýrslan dregur í efa að verðtrygging hafi tryggt lífeyrissjóðum hærri ávöxtun en ef þeir hefðu fjárfest í óverðtryggðum eignum. Í öðru lagi jafnframt uppi efasemdir í skýrslunni að upptaka evrunar muni leiða til afnáms verðtryggingar og rökstuðningurinn fyrir því sá að í mörgum evrulöndum boðið upp á verðtryggð ríkisskuldabréf. Ég get ekki annað en tekið undir þessar efasemdir og ég vil að lokum geta þess að ég var mjög ánægð að sjá í skýrslunni tölulegar upplýsingar það að raunvextir hér á landi á fasteignalánum eru mun hærri heldur en á fasteignalánum á Norðurlöndunum þrátt fyrir að fasteignalán þar séu óverðtryggð en með föstum vöxtum. Og ég tel að skýringin fyrir því sé sú að í lögum lífeyrissjóði gerð krafa 3,5% raunávöxtun. Takk. Þá komið að mér að spyrja og mig langar til að vita hvort að talsmaður neytenda telji að lögbundin ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna upp á 3,5% sé ástæða þess að fjármagnskostnaður íslenskra heimila mun hærri en heimila á Norðurlöndunum vegna kaupa á fasteign og hvort hann sé sammála mér það að verðtrygging ýti undir verðbólur á Íslandi þannig að við sjáum hér yfirverð í þenslu og síðan yfirveðsetningu í samdrætti. Og síðan kannski örstutt að þá velta skýrsluhöfunda því fyrir sér hvers vegna verðtrygging hefur ekki náð sömu útbreiðslu í Evrópu eins og hér á landi og gefa tvær ástæður fyrir því. Það í fyrsta lagi að það mjög kostnaðarsamt að fara úr einu kerfi yfir í annað, eitthvað sem við ætlum að byrja á með því að bjóða bæði upp á óverðtryggð lán og verðtryggð lán. Og hin skýringin sú að fjárfesta vantreysti óverðtryggðum ríkisskuldabréfum sem gefin út af ríki sem jafnframt reiknar út vísitöluna. Bara örstutt telur talsmaður neytenda að þetta séu góðar skýringar og ef svo ekki, hvaða aðra skýringar eru fyrir lítilli útbreiðslu verðtryggingar annars staðar? Ég held að í öðrum löndum sé þetta nú ekki talið boðlegt neytendum. Ég hef engar athugasemdir við að verðtrygging sé notuð hjá stofnanafjárfestum eða stærri aðilum, en neytendum þetta ekki boðlegt og það bara í mjög fjarlægum ríkjum sem þetta verið eitthvað tíðkast.
gagnvart neytendum. Ég held að það sé nokkuð líklegt eins og formaður spurði að föst, ég held að hún sé nú reglugerðarbundin en ekki lögbundin, 3,5% ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna sé hluti af vandanum og ég vona að við getum framvegis treyst bönkum og sjóðstjórum lífeyrissjóða til þess að ávaxta sitt pund án ríkisaðstoðar með þessum hætti. Það er að segja að festa ávöxtunarkröfuna og reikna síðan út stóran hluta endurgjaldsins á Hagstofu Íslands. Og þá tek ég undir þetta með verðbólun og ég held að ekki ómerkari maðurinn aðstoða seðlabankastjóri hafi sagt það krónuna, verðtryggðu krónuna og hún íki einmitt sveiflu eins og formaður spurði og ég vísi aftur í skýrsluna þetta að lána áhættan það jókst lánsvilji með verðtryggingu, blaðsíða 140. Takk. Þá er komið að mér að spyrja og mig langar til þess að spyrja aðeins út í eignatilfærsluna sem átt hefur sér stað frá því að bankarnir hrundu. Í flestum fjármálakreppum þá á sér stað eignatilfærsla frá tekjulágu fólki til tekjuhárra einstaklinga sem að tókst að koma eignum sínum undan, meðal annars með því að leggja fjármagnið inn á ríkistryggðar bankabækur. Og það eru þeir tekjulágu sem að neyðast til þess að losa sig við eignir í fjármálakreppu og það sem að er að ræða fjármálakreppu þá fara þær á mjög lágu verði og þessar eignir eru þá keyptar á lágu verði af þeim sem að eiga lausafé. Hér á landi hefur líka orðið til annars konar eignatilfærsla eða bara nýtt forma eignatilfærslu sem við höfum ekki séð í öðrum löndum sem farið hafa í gegnum fjármálakreppu og ástæðan fyrir þessu nýja formi er verðtryggingin og það hún skapar eignatilfærslu frá takendum til fjármagnseigenda. Skýrsluhöfundar hafa ekki miklar áhyggjur af þessari eignatilfærslu og tala það að heimilin í landinu sitji beggja megin borðs. Það er rétt í langtímanum, einhvern tímann munum við skuldara sitja hinum megin og fá verðtryggðan lífeyri. En ef maður skoðar skammtímann að þá sitja ólíkar kynslóðir sitt hvorum megin við borðið. Öðrum megin situr kynslóðin sem hefur fengið lán, verðtryggð lán, hvort sem það eru námslán, fasteignalán, bílalán eða jafnvel neyslulán. Og hinum megin situr kynslóð sem hefur farið verðtryggðan lífeyri en hún fekk jafnframt skammtað lánsfé sem var óverðtryggt í óða verðbólgu. Og margir velta fyrir sér réttlætur í þessu. Og það sem ég myndi vilja fá að heyra frá fulltrúum hagsmunasamtaka heimilina er hvernig er hægt með hvað aðferðum er hægt að færa þessa eignatilfærslu tilbaka, þá annars vegar eignatilfærsluna frá lántakendum til fjármagnseigenda og svo hins vegar milli þessara kynslóða sem núna sitja sitt hvorum megin við borðið. Takk. Já, þetta er nú stór spurning. Þessi eignatilfærsla, hún er náttúrulega búin að vera alveg gríðarleg og hún er ekki búin að vera að eiga sér stað einu sinni, hún er búin að eiga sér stað eiginlega stanslaust í mörg ár. Maður sem ég þekki, hann tók 8 milljón króna lán árið 1989 verðtryggt lán og búin að borga því skilvíslu allan tíman. Þetta lán stendur núna í 22 milljónum. Ef 8 milljónir hefði bara verið verðtryggðar með verðbólgunni frá því 89 þá stæði lánið 21,6. Það er að segja vegna fyrirkomulags verðtryggingarinn sem er það að það kemur verðtrygging á verðtrygginguna sem ekki hefur verið greidd, að þá er þetta það er ekki verið að taka þér eignina einu sinni eða á eitt veg, heldur að verið að taka hana aftur og aftur á alla mögulega hátt. Og þetta er náttúrulega skýrsluhöfundar lýsa þessu með alveg kostulegri setningu að þá þýðir verðtryggð skuldabréf minni hættu á óviljandi eignatilfærslu. Ég get ekki séð að annað en þetta sé gjörsamlega viljandi eignatilfærsla. Það er ekki til neitt óviljandi í því, þetta er alveg viljandi.
En hvernig hægt að færa hana tilbaka? Það náttúrulega eina leiðin sem þetta fer tilbaka í formi þess að eignin hækki í verði, þannig að þegar fólk selur að þá sko eigi það nóga mikið eftir af eigninni. Það bara, og síðan náttúrulega eins og við erum búin að leggja til að það sé forsendubrestur sé leiðréttur. En þessi kynslóða tilfærsla, hún mun eiga sér stað svo lengi sem verðtrygging verður í gangi. Ef 8 milljónir orðnir á 22 milljónum á 20 árum, þá verða orðnar ansi háar eftir 20 ár. Þannig að þetta verður stöðugt í gangi. Ég hef ekki annað svar við þessu.